að fá þig heimsókn. Takk fyrir. Þegar við tökum þetta viðtala þá plataðin, hvað kom hún út fyrir viku, 10 dögum? Viku, já. Þetta búið að ganga rosalega vel. Já, það má segja það. Það má segja það. Hvernig mér langar ekki að byrja þar, hvernig þegar maður gefur út, að því í nútímanum alltaf algengt að tónlistamenn séu bara að gefa út eitt og eitt lag. Þegar þú situr á svona mörgum lögum og gefur þetta síðan öll út í einu. Já. Ekki eitthvað partur af þeir sem svona bara, hvernig verða viðbröðin, verður þetta? Jú, þetta er allt annað. Þetta er fyrsta skipti sem að ég gef út heila plötu og hef hingað til verið að bara kasta frá mér singlum og ég raun og veru að fatta núna hvað þetta er átakanlegt í raun og veru. Ekki bara því að þetta er persónuleg plata og ég að segja margt, heldur bara út að þetta er svo stórt og mikið og þér þykir svo vænt það. Þannig að ég upplifa allavega að munurinn á að gefa út bara eitt lag einhvern veginn, þú veist, það sum lög fá ekki athygli og sum lög eru bara að springa og maður skilur ekkert af hverju og þú veist, maður er bara svona að fá að fylgjast með barninu sínu þroskast og stækka og maður skilur ekki af hverju að elska fótbolta en ég horf aldrei á fótbolta, skilur. Ég skil. Þannig þetta er svolítið svona, maður veit ekkert, þú veist, og maður veit aldrei neitt þegar maður gefur út singla heldur, þú veist, en þetta er svona, þetta er öðruvísi tilfinning út að þetta er stærra, þetta er bara það, basically, finnst mér. En samt ekki, þú notar orðið átakanlegt, það þá af því að þú ert, að því þú ert að gefa svo mikið af sjálfur þér í þetta? Já, allavega í þetta skipti finnst mér þetta að vera svolítið átakanlegt, sko. Ég basically bara búin að vera bara upp í rúmi frá því að platan kom út, þetta er bara búið að vera svo skrítið, þú veist, og allt öðruvísi athygli heldur en hefur verið hingað til, þú veist. Allt í einu vill fólk stærri bita, sko. Hvernig upplifur að athyglin sé öðruvísi hingað til? Sko, núna er maður bara búin að gefa út listaverk, skilur. Og þegar fólk fær að heyra persónulega hluti, þá vill það heyra meira, skilur. Og frá því að ég byrjaði, þú veist, var mjög ung og svona, þá var það miklu meira, þú veist, þá var það mjög svo mikið bara grænt frá byrjun og þú veist, bara segja já og vera hress og skemmtileg og eitthvað svona, en núna finn ég að ég vil það ekki, þú veist, ég vil ekki tala þetta og ég vil ekki, þú veist, fara út í þetta og mér finnst erfitt hvað það mörg viðtöl að koma út frá þessu og mér finnst þetta einhvern veginn erfitt núna, skilur við. Af því að athyglin er öðruvísi, ég veit ekki hvernig ég get lýst því, sko, það er bara hvort það sé, þú veist, bara vera að spyrja öðruvísi spurningar eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég ætla að finna, þú veist, mér finnst þetta skrýtnara núna heldur en áður fyrr. Ég skilji. Og þú veist, bara eitthvað svona, já. En það að því að nú upplifum við kannski sumir, eða ég veit ekki hvort það hafi líka eitthvað kannski með aldurinn að gera eitthvað, sumir listamenn þegar þeir gefa eitthvað svona út og þá eru þeir einhvern veginn að gefa eitthvað út og þá eru þeir á útofnu og þá er einhvern veginn bara öll athyglin rosa góð og svo ferðu svolítið í kannski hýðið þitt einhvern veginn seinna. Upplifir þú þá eins og þetta sé jafnvel bara yfirþyrmandi eða? Bara núna, þessi... Já, ég meina bara núna eftir þetta kom út. Já, ég er búin að upplifa þetta svolítið yfirþyrmandi. Og eins, þú veist, ég frestaði okkar podcasti, skilur, og þú veist, ég er búin að fara í nokkuð viðtöl og er búin að efast þau öll, skilur, og það hefur aldrei verið þannig áður, sko. Mér hefur alltaf fundist bara gaman að spjalla og segja frá og tala um líf og tilveruna en einhvern veginn það er bara skrítin tilfinning að gera eitthvað stórt en samt er það ekki nóg, skilur ég skil. Það er einhvern veginn þú veist, þú ert að segja rosa margt en samt þarf að spyrja út í eitthvað meira og mér líður eins og það sé þá ekki
fyrir mig, skilur mig líður eins og það sé fyrir fréttameðilinn sem að vill hafa stóra í stórum stöfum að eitthvað krassandi, skilur, það vill eitthvað krassandi fyrir miðilinn sin en ekkit fyrir mig endilega, þú veist. Ég skilji. Og þar þarf ég að passa upp á mig, skilur, og ég þarf að passa upp á og líka bara upp á aðra, skilur, þetta er ég að segja sögu 2 einstaklingar, skilur, og þá ber ég bara ábyrgð á hvað ég gerir, skilur, með það, þú veist, og ég er náttúrulega bara að segja mína hlið og þú veist, það er önnur hlið á þessu, skilur, og þá einhvern veginn er erfitt þegar að þú situr síðan í einhverju viðtali og það verið að spyrja, skilur, út í einhverja hluti sem að maður bara veit ekki hvernig maður á að svara, skilur. Akkur viltu vita þetta? Þú veist, er spurningin mín bara, þú veist. En það er partur af þessu að vera opinber persóna, þú veist, og ég veit það og ég tek því og ég hef alltaf gert það, skilur. En akkurat núna er ég rosa viðkvæm fyrir því og er bara ekki alveg að skilja hvað er í gangi, sko. Ok. En finnur ekki þá á sama tíma, því að ég held að þetta sé mjög eðlilegt, ég held að flest allir sem að upplifa að fá mjög mikla athygli á einhverju tímapunkti, þú veist, það virkar einhvern veginn svo sjálfsagt að þetta eigi að vera bara æðislegt og eitthvað, skilur, en svo er maður kannski bara akkurat þegar athyglin kemur, þá er maður kannski bara vulnerable eitthvað, ekki alveg til í hann, eitthvað þannig. En þú lítið þá líka samt að vera að upplifa, því að ég gef mér það að fólk heldur stundum þegar það er eitthvað sem er einmitt talandum opinber persóna, þá sé maður einhvern veginn svona rosalega öruggum með sjálfa sig. En ég gef mér það einhvern veginn að þegar það er verið að gefa eitthvað svona út, að þú gefir þér ekki að þú eigir síðan bara topplistan. Nei, þannig að það hljóta fylgir sér líka tilfinningar bara þakklæti og jafnvel bara vera hissa, því einmitt þetta er bara búið að vera þannig síðan platan kom út, að það er bara 10 vinsælustu lögin eru bara lögin þín. Já, nákvæmlega, maður veit ekkert hvað maður er að fara út í því ég er alveg gett að gefa út þessu plötu og það hefði öllum verið drullið sama, sko, en ég er ekki að gefa þessu plötu út fyrir neitt annan en sjálfa mig, skilur, ég var ekki að semja þetta út af ég var að semja þetta út af að mér leið svona og ég þurfti að koma sér frá mér og eins og ég sagði við þig áðan að þú veist, ég fann aldrei neitt tilgang til þess að gefa út plötu strax, þú veist, að ég hafði ekki neitt að segja, skilur, og svo kemur bara þetta stóra fyrirbæri sem kallast ástarsorg og það bara, þú veist, drítast frá mér þessi plata, skilur, og og þú veist, maður veit aldrei, þú veist, og maður vinnur með frábæru fólki og maður hefur átt stórt lag eða lag sem maður hélt að væri stórt og var það ekki, þú veist, maður veit aldrei, skilur mig, og þetta er það sem er svo erfitt fyrir tónlistafólk líka að þurfa að gangast bara fara upp að þeim dyrum að einhvern tímann myndu ekki vera aðal, skilur, og einhvern tímann er þetta, þú veist, mun fólk vera óverið eða kemur einhver annar betri og þú veist, þar kemur svona alls konar, þú veist, þú ert endalaust að berjast við egoið þitt, skilur og það er bara ógeðslega erfitt að halda sér niður á jörðinni þegar allir er að segja hvað þú ert frábær og hvað þú ert að gera góða hluti og þú veist, og það er svona þar maður bara, og ef ég fer aftur út í, þú veist, bara þessi viðtöl og svona þessi akkurat er skrítið akkurat núna og svona þú veist, þú þarft svo mikið að passa upp á sjálfa þig, skilur, og þú þarft svo mikið að einmitt halda þig niður á jörðinu út af þegar að allir eru að fýta þig af einhverju sem að þú vilt heyra innan gæsalappa, skilur, að þá er svo auðvelt að krassa og síðan þegar það verður ekki þannig, því ég ger mér fulla grein fyrir að það mun ekki alltaf vera þannig, skilur, að fá ekki sjokk þar, þú veist. Að því já, ég held að sé munur á því að gera tónlist bara til þess að vera með vinsæl og tónlist vera vinsæll eða og svo framvegis, þú veist, eða gera tónlist út af að það brennur á þér, skilur. Og þá, þú veist, er maður alltaf að gera nýtt og vonandi heldur það stingur það í gegn, sko. Eru blendna tilfinningar að gefa út
plötu og lög sem verða svona vinsæl á tímum það sem ekki hægt að performa? Hvað sagðirðu? Erfitt að gefa út núna? Gefa út allir þessu lög og síðan eru COVID-tímar þannig að þú getur ekki, þú veist, ekki partur af þig núna sem langar einhvern veginn að halda tónleika eða vera að syngja þetta fyrir fram að fólk? Ég held ég gæti það ekki akkurat núna. Okay. Ég væri bara grátandi. Já, það svoleiðis? Mér finnst þetta bara búið að vera yndislegt og ég held að þetta hafi komið á fullkomnum tíma. Okay. Ég hlakka mjög mikið til bara að gera það og það mun gerast, skilur. En maður gerir bara aðra hluti og maður hérna, þú veist, mér finnst það ekkert vera eitthvað, þú veist, það er alltaf hérna að fylgja plötuna eftir eitthvað, þú veist, og fylgina eftir með stórum tónleikum og fylgina eftir lalala, sko, en mér er búið að finnast yndislegt að fá að bara, hérna, liggja upp í rúmi með kaffi og spjalla mömmu, sko, mér finnst það, þú veist, að því, þetta er eins og ég sagði aðan, sko, ég vissi ekki hvað þetta er átakanlegt, að ég hafði aldrei gefið út plötu. Að þá hérna þetta er svo mikið áfall, skilur, og maður gefur sér það ekki, þú veist, að því maður er búin að vera að bara, hérna, vinna að þessu svo ógeðslega lengi og bara, hérna, hverjum einasta degi að pæla í þessu og eitthvað, skilur, það kemur bara major crash, skilur, maður er bara búin að vera bara að klifra upp, skilur, og svo, hérna, hoppa maður fram á fjallinu og maður lendir síðan, skilur, og þú veist, að því það er svo góð tilfinning að svífa í loftinu, þú veist, en þú dettur síðan og hérna, þar þarft aðeins bara, hérna, hlúa að þér, skilur, og Hvað ertu að gera til að hlúa að þér? Ég fer í gangutúr og ég fer í jóga og hérna, ég væri núna að fara í svett ef ég gæti það. Bara ég ger nákvæmlega það sem mér líður þegar mér líður þannig, skilur. En mér langar ekki að svara í síman og ætla ég ekki að svara og bara sorry, þú veist, þú verður bara að hérna sýna mér skilning, þú veist, og hérna ég er bara búin að vera að gera nákvæmlega það sem að hjarta mitt segir akkurat á momentinu til þess að hlúa að mér, sko. Þú veist. Hvað hérna því hún nefnir svett? Ég man að ég hitti þið fyrst í svetti, það voru örugglega verið fyrir svona, ekki svona 6 ár síðan, 7 ár. Já. Þú varst náttúrulega búin að vera að svetta bara síðan og varst bara nánast ungabarn. Af því mamma þinn er svona eiginlega svett drottning Íslands. Akkurat. Hvernig hérna, hefur svett alltaf verið hluti af lífinu? Já, ég fór fyrst í svett þegar ég var 16 mánaða. Og á mínar bernsku minningar eru, eða segir maður það ekki, æsku minningar eru hérna. Það má segja bæði heldur. Bæði bernsku og æsku eru tengjast allar svettinu eða vera fyrir utan eldin, hérna, vera fyrir utan tjaldið og horfa á eldin og hérna, þú veist, bara einhvern veginn náttúran og umhverfið og hérna, eiginlega allar mínar æsku minningar eru þaðan og svett er eitthvað sem að fólk gerir til að hérna hlúa að sér, sleppa við egóið, tengjast náttúrunni og sjálfum sér og mér finnst þetta ég er ótrúlega þakklátt fyrir það að hafa alist þannig upp, sko, og það hefur bara mótað mig sem mannesku og manneskinu sem ég er í dag mjög mikið og þetta er náttúrulega heilun, skilur, þú ert að fara og þú ert að fara inn með ókunnu fólki og þú ert að fá að hérna sem sagt, já, bara tengjast móðu jörð og hreinsaði, þú veist, þetta er gert, indíánarnir töluð að þetta er endurfæðing, skilur, þú ert að fara inn í móðu kveðu jarðar og endurfæðast, skilur. Fyrir þá sem ekki þekkja svett, þá er þetta rosaleg seremónía þar sem að já, þú hérna þetta er bara, fyrir sumum er það, skilur, göngutúrin í kringum tjörnina og sumir hérna fara í fjallgöngu og eitthvað, en þú veist, mitt er svett, þar kem ég til að bara stekka hjartað og minnka eitthvað.
Já, stækka hjarta og minnka egoð. Er ekki eitt af því sem að svona vinnur við að minnka egoð þegar maður fyrir svett, að maður þarf svolítið, eða ég upplifa þannig á mjög ólíka nótt, en alltaf þegar ég fyrir svett og maður er alltaf einhvern veginn að mæta sjálfum sér. Já. Og þetta er alltaf krefjandi á einhvern hátt, sko. Hvernig því þú erum að gera þetta bara síðan svona lítil, manstu, er munur að gera þetta sem barn, því nú hef ég aldrei prófað að svetta sem barn með unglingur, eða, þú veist, hefur fundið eitthvað mun á reynslunni við að svetta eftir því sem þú eldist, að því þú erum að gera þetta svo lengi? Já, ég meina, börn eru bara, þau eru, skilur, þau eru ekki, þau eru ekki að spyrja af hverju, þau eru ekki, þú veist, þau eru ekki að, pæla í hvað þau eru að gera á morgun, eða, þú veist, vikunni eða vinnunni eða, þú veist, þau eru bara og það að vera barn og fá að upplifa þetta er þú veist já, það er eitthvað alveg ótrúlega fallegt við það og líka fá að fylgjast með barni í svetti er líka ótrúlega fallegt og það er að þú veist, þeim er alveg sama, skilur, þeim finnst ekki að skríti, þau eru ekki að pæla í umhverfinu og hvað rosalega er það sem manneskja að horfa á mig eða ég er hálfnakin eða að syngja einhverja möndrur, þú veist, eitthvað skrítið, þú veist, eitthvað. Það er ekkert til þess að rugla í þeim, skilur, þau eru bara eitthvað að syngja og eitthvað, mér er heitt eitthvað, þú veist, eða bara ænan ekki vera bless, skilur. Og verandi fullorðin að fara í þetta er svona, maður er miklu meira að eins og sagði ráðan, mæta sjálfum sér og kannski eru eitthvað krefjandi aðstæður eða maður er að hugsa eitthvað annað eða reyna að halda sér annað, þú veist, munurinn er bara að þú ert meðvitaðari sjálfa þig þegar þú ert fullorðin og þegar þú bara var ég að svara svo ágætlega? Já, bara mjög vel, að því við erum byrjað að tala ego er svo fyndin hlutur að því síðan að þú eins og segir, barn sem er inn í svetti og því verður heitt og ég verið í svetti með börnum sem bara, mér er heitt að fara út á meðan að við getum jafnvel, við erum hann inni svo kemur egoð aftur og ég ætla ekki að gefast upp og það er einhvern veginn það sem ég fór að uppgöta með mig því oftar sem ég fór að fara í svett þá fór ég að finna þessa mildi við að ef mér langar núna bara að klára 3 lútur, þá kláraði ég bara 3 lútur þá það allir lægi, en fyrst var maður einhvern veginn rosa mikið að rembast við að maður væri einhvern veginn svona lúser að maður myndi ekki ná að klára þetta og þetta er rosa, allir svona hlutir geta verið, þetta er svona einhvern veginn lúmst hvernig þetta kemur síðan aftan á mér Já, ég man eftir, þú veist, þegar ég var að svetta hjá Nonna Heiðari þá brendi ég mig, ég var liggjandi, fór of neðarlega og fór með fæturnar í steinana þar sem að þeir eru bara rauðglóðandi af hita og mátti ekki fara út út að þú þurftir alltaf að klára lotunar hjá þeim og þeir eru náttúrulega svona svett guðir Íslands og byrjuðu með þetta svolítið og ég er mjög þakklátt fyrir það því sem barna, þú veist, brenna sig einhvers staðar og meiða sig og þá vill maður yfirleitt ekki gera það aftur og vera maður hræddur, skilur en var þannig restina af lotunni og man eftir því að það var miklu meira heilandi að þú veist, bara upplifa sársaukann í myrkri og gráta og eitthvað, en í staðan fyrir að fara inn í, held ég, að fara inn í hús og sjá sárið og ég vil aldrei eftir eitthvað sem að ég mun meiða mig á, þú veist, og ég held að það sé svo oft þannig líka í lífinu, skilur, að þú veist, sem fullorðinn þá einhvern veginn viltu sjá sárið, skilur, og þú vilt búið til sögur í kringum þetta. Búið til sögur, já. Hvernig ef ég kemur svolítið aftur að plötunni, var það að því að nú myndum maður halda einhvern veginn að þessi tími er svolítið þannig að, eða ekkert svolítið, bara tónlistamenn er ekki að halda tónleika. Já. Þá væri þetta, ef maður væri að horfa á þetta sem þannig að maður væri í fullu starfi sem tónlistamæður, þá væri árið í ár, fullkomið ár til að vera að semja tónlist. Já. Var það tilviljun að þú gerir plötun og einhvern veginn og ert að leggja lokahönd á hana núna eða ákvaðstu kannski að fara lengri inn í það ferli út af COVID-tímabilinu?
af því þá ertu náttúrulega ekki að halda gig og... Þetta hafði verið hægara ferli. Ok. Þetta var ekkert eitthvað meðvituð ákvörðun að vera að læsa mig inni, skilur. Þetta hjálpaði bara. Ég finn þörfina á að byrja á þessari plötu og geri það en svo náttúrulega stoppar allt og það er náttúrulega, það er ekki, sko, þegar maður er tónlistarmaður þá er maður ekki bara að spila tónleikum, þú veist, það er svo ógeðslega margt sem að fylgja því, skilur. Og það er svona hlutinir sem að er á baku tjöldin sem að fólk sér ekki og veit ekki, þú veist, það sér bara skemmtunina og hvaða hlutir það sem eru á baku tjöldin? Það er, þú veist, bara allt baslið, skilur, bara þú veist, sauma fötin sín fyrir tónleikana og pæla hvað er næsta skref og fundirnir og þú veist, bara rétt eins og hjá þér, skilur, að fólk sér þig bara hér spjalla um mig, en það veit ekki að þú þarft að fara og gera heimavinnu, skilur, og vita hvað þú vilt fá út úr þessu samtali og sponsorar til að þú getur haldið þetta og þú veist, það er svo margt sem að fylgir því að gera eitthvað sem að fólk sér bara, skilur. Og sem listamaður, sem í tónlistina okkur neginn er það rosa margt, þú veist, og pluss vera í stúdíónu og semja lag og taka gig til að geta borgað sessjónleikurum og öllu, skilur, þetta er rosa margt í kringum það að bæði halda eina tónleika og það gefa út plötu og ABC, sko. Einmitt. Hefur þú einhvern veginn, ég er búin að tala við nokkra tónlistamenn þar sem ég var að ræða svona þetta mitt sumir upplifa að þeir hafa tekið tímabila sem þeir hafa giggað mikið að þá af því það er gaman á meðan þú ert að gera það þá svona, talandi þessi crush að þá krassar þú síðan ekki fyrir en eftir af því þetta er bara gaman einhvern veginn hefur þú einhvern veginn tekið tímabil þar sem þú þurftir einhvern veginn svona tempra orkuna þína í að því maður er að gefa mikið af sér og svona að tempra orkuna bara það sem þú kannski farið fram úr þér í, þú veist, annarkvort að þú giggar of oft eða þú veist, einhvern veginn gefur rosa mikið af þér og ert síðan búin að plana að gera eitthvað annað sem þú áttaði síðan á síðar að það er bara eitthvað sem bara, þú veist, það er svona minnst einhvern veginn svo margir listamenn upplifið það svona þeir eru með reynslunni að þá fatta þeir bara ef ég er með gig hér þá þýðir það kannski að ég þarf að taka bara þennan tíma off þegar það er búið og svo framvegis. Ég er ennþá að læra ég er ennþá að læra, sko. Ég definitely ég er búin að, sko, kenna og kannski kenna þeim the hard way á fjölskyldu og ástvini, þú veist, að rétt fyrir gig er ég annarkvort superhress og það er mjög auðvelt að tala um mig eða ég er bara alveg sónuð út og ég skil ekkert bara allt inn hreiti einhverju í þig og kem síðan eftir tónleikunum og fyrirgeðu, skilur ég er ennþá að læra þetta, sko, og þó ég sé búin að spila á veitingastöðum og frá því ég var 15 ára, þú veist, að þá er ég ennþá, maður er ennþá að bara svona reyna að skilja, þú veist, og nei, þú veist, ég hef ekki mér finnst ekki erfitt að taka, skilur, 4 gig á kvöldi, þú veist, ok, þetta var svolítið aðstæðanlegt, en jú, mér finnst þetta krefjandi og erfitt, skilur mig, en þú veist, ég er ekki að sleppa því, þú veist, út af það er ekki þannig það er ekki það sem að er að hvað er ég að reyna að segja, sko nei, ég er ekki búin að læra hvenar ég þarf að stoppa, sko. Ég er ennþá að reyna að skilja það sjálf, en ég er búin að kenna fólkinu í kringum mig að bara fyrirgeðu, skilur, ekki taka mark á mér, en ef ég er leiðileg og ég þarf bara að vera að því ég treysti þér, þú veist. Já, er það þó bara því að einbeitingin er svo mikil, eða? Já, og bara stress, sko. Þú veist, það er bara undirliggjandi, alls konar undirliggjandi einhvern veginn, bara svona sem að ég átta mig ekkert endilega á, þú veist, stundum er bara spurt, þú veist, ertu stressuð fyrir þetta gig og bara, nei, alls ekki
en síðan meika ég ekki að ræða við þig og þar brýst stressið mitt út, skilur. Ég er ekki stressuð fyrir því að standa upp á sviðinu og performa, en ég er stressuð fyrir því að eitthvað gangi ekki upp eða hvort að miðjarnir seljist upp eða lalala, skilur. Þannig að það er hinir hlutinni sem stressa, skilur. Og svo getur bara einhver sagt eitthvað vitlaust við mig og þá kemur það upp, þú veist, þar sem ég allt í einu segja eitthvað og þá eitthvað svona, já, fyrir ekki, og ég er bara mjög stressuð, sorry, eitthvað. Þannig að ég er að læra þetta ennþá, sko. Hvað finnst þið skemmtilegast af þessu, eða kannski bara allt jafn skemmtilegt, að semja tónlist, gefa út lag, eða performa lag, af því sumir eru með alveg svona, bara algjöran preference, bara mér finnst skemmtilegast að performa, öðrum finnst skemmtilegast að semja. Er eitthvað eitt af þessu sem þið finnst svona kannski er uppáhaldið? Mér finnst ógeðslega gaman þegar við Pálmi erum búin að klára lag og ég sitt út í bíl og er að hlusta það og ég bara, já, ég elska þetta lag. Mér finnst það geggjað. Mér finnst geggjað að spila fyrir fólk. Mér finnst það ógeðslega gaman og gott fyrir hjartað. Og svo finnst mér ógeðslega gaman þegar að það kemur einhver upp á mér og vill tjá hvaðan þykir vænt eitthvað lag og mér finnst það ógeðslega gaman að fara í viðtöl. Mér finnst það ógeðslega gaman. Og það er ekkert, sko, jú, kannski það sem stingur mest upp úr er að klára lag, klára eitthvað, þú veist, verk, afrek og og performa og eftirsjó. Mér finnst það eiginlega alltaf yndislegt. Hvað er það eftirsjó? Eftirsjóin bara þegar allir eru saman vinnirnir og þeir sem voru að spila með mér eða voru að spila undan eða eitthvað og við erum bara öll að hlæja og sprella og tala um tónleikana og skála síðan kvöldið. Mér finnst það líka yndislegt. Áttu eitthvað uppáhalds ef þú ert að spila eða svona performa fyrir framan fólk? Áttu eitthvað uppáhalds crowd? Sko, það getur verið ógeðslega gaman þegar að fólk er að hoppa bara og það er partí. En uppáhaldið mitt er samt þegar að ég er bara með gítarinn og hljómsveit og ég fæ bara að horfa í augun á áhorfandanum og segja hæ. Mér finnst það best. Og það eru þessi Kaffi Flóru gig sem ég hef tekið núna 2 þar sem að hjarta mitt stækkar helming út af því að ég fæ bara að taka mér tíma. Það eru bara allir annað sitjandi og rólegheit, þú veist, og ég er bara að segja sögur og ég er bara að ég sé alla, skilur mig. Það er ekki ljós í augunum á mér og ég er ekki ræð, skilur, ég fæ bara að sjá þetta fólk er að leiðast og horfa í augun okkur stöður þegar ég er að syngja þetta lag og mér finnst það svona fallegustu. Meiri tenging? Það er meiri tenging, akkurat. Ég elska tenginguna, sko. Þar, þó að hitt sé ógeðslega gaman líka, þú veist. En ég er yfirleitt alltaf meira í hinni stemmingunni. Kaffi Flóra, ég bý í Laugardalnum, sko. Já. Og ég sá þig einmitt og þú hefði nefnt það í einhverju öðru viðtal og þú færið þangað stundum til að skrifa og eitthvað svona. Er þetta eitthvað svona uppáhaldsstaður eða? Já, þetta er svolítið, það er svo mikill gróður þarna og blómin og og bara stemmingin, þú veist, einhvern veginn þú kemur inn í annan heim, sko. Og það er svo mikið að útlendingum hana, þannig að maður er ekki heldur að hitta neitt, sko. Mér finnst það svo geggjað að bara einhvern veginn sitja með kaffibölla minn og er að horfa á börnin eitthvað að vera að skoða einhverja fiska og þú veist, mér finnst það mjög gott að vera þar, sko. Og fyrst svona þegar að hugmyndin spratt upp að halda tónleika þarna þá var ég bara í sjokki að það væri ekki oftar tónleikar þarna því þetta er svo töfrandi, svo mikið draumaland, sko. Ég get alveg séð það fyrir mér, sko. Það er eitthvað mjög sérstakt við þetta, sko. Já, líka fáir sem að vita af þessu kaffihúsi, sko. Já, það er alveg rétt. Er það ekki opið bara á sumrin? Jú, nefnilega, svo er það sko. Það er það sem er svolítið svona, kannski ástæðan fyrir að fólk veit ekki endilega að þessu, því að það getur bara komið á tímaskeiði. En ég elska það,
annar heimur. Já, Það er bara svo geðvægt að fara á svolítið annar stað. heimur. Já, það er svo geðvægt að fara á staði þar sem að þú ert komin inn í einhverja allt annað atmosfér. Það er bara, þarna er bara svona sumarorka, skilur. Einmitt. Og gleði, þú veist, það sem ég upplegi bara gleði þegar ég labba þangað, bara svona, þú veist, svona ró, einhvern veginn. Og þannig staðir eru staðir sem maður þarf að mæta oft á. Það er rétt. Mér langaði að spyrja þessum svona byrjunina hjá þér. Þú veist, að því síðan ferðu í Ísland Got Talent. En þá varstu búin að vera bara trúbadórast, það ekki? Jú. Já, ég já, ég sko er 13 ára þegar að þegar ég byrja að læra á gítar og var fengin síðan ári eftir að spila á off-venue Airwaves og þá tók ég einhver coverlög með pappa og glemdi sem sagt gítarsnúru og strákurinn sem var að spila undan mér lánaði mér hana og þurfti þar að leiðandi að setja út alla tónleikana. Okay. Og eftir þá tónleika og bara eitthvað, heyrðu, við þurfum að gera eitthvað saman. Bara let's go. Og hann var alltaf að spila á veitingastöðum og svona hér og þar, sko, og ég er að hugsa svo mikið, ég er að reyna að muna hvort þetta hafi ekki rétt tímaskeið, sko. Alltaf að sóna þér út. Já, en Er þetta þá, finnst þér eins og þetta hafi byrjað bara þegar þú ert á þessum aldri, segir 13. Leiðir þó eins og þú væri strax þá komið á þannig stað að einhvern veginn þið langaði bara að vera tónlistarmaður eða var eitthvað annað sem að... Ég, sko, hef alltaf verið bara svo róleg og opin manneskja að það hefur aldrei verið eitthvað svona ég verðað bara vera tónlistakona einhvern veginn, það hefur alltaf bara verið gaman og þess vegna hef ég gert það, skilur og það var bara alltaf gaman að grípa í gítarna með pappa, skilur og mér fannst bara gaman að syngja, skilur og síðan fannst mér bara, mér langaði að prófa að semja lag og það var ógeðslega gaman því að það var einhvern veginn góð tilfinning sem að koma út frá því að klára lag, skilur þó þetta hafi verið hræðilegt lag, þá var þetta svona gaman, skilur og ég var og hef alltaf verið bara svo mikið ljámanneskja bara alltaf þegar einhver spyr mér eitthvað viltu spila þarna á Airwaves eitthvað, off-venue eitthvað, þú veist, þá pæli ég ekkert, það er bara já og svo bara sér maður hvað gerist, sko og ég hef svolítið tekið lífinu svolítið þannig, þú veist, að það er alltaf bara þú veist alltaf bara ekkert hugsa endilega tvisvar skilur og það hefur alveg verið mér sko verið gert mér gott og slæmt, skilur Á hvaða leiti hefur gert slæmt? Sko það er alls konar, það er bara, þú veist einmitt bara svona hleypt fólki of nálægt eða hleypt fólki að nota þig að einhverju leiti, skilur af því að ég er bara að vera jákvæð, eða skilur og ég fann það rosa mikið þegar að ég fór út og var þannig pælinga að skrifa undir einhvern samning og eitthvað, þú veist að það er svo ógeðslega auðvelt að vera jámanneskja þar Ég skilji en þar þurfti ég að hugsa með tvisvar skilur og ef ég hefði gert það skilur, ef ég hefði verið bara let's go, þú veist að þá væri ég ekki á góðum stað í dag, sko en til að koma aftur að, þú veist þessu ferli að vera að byrja í tónlist og kynnast þessum strákarna og vera að prófa að fara upp í stúdíó með honum og fá að spila með honum á veitingastöðum og þá var þetta bara vinna mín, þú veist, ég fór að vinna við það að syngja bara dinner á meðan fólk var að borða, sko, og þannig er ég 15 ára og þetta
var ég að gera ásamt því að vinna á Gló og í Borgarleikhúsinu og að vera í menntaskóla, þú veist, og var að byrja í menntaskóla hana. Og geri það, þú veist, á miðvikudöfum ég á Íslenska barnum, á fimmtudöfum ég á Bike Cave og laugardöfum keyri ég ein upp í hérna Þrastalund að spila á gítarinn sem ég kann ekki á eitthvað í 3 klukktíma, þú veist, og þetta var bara hark, skilur mig, og það er þú veist, missandi af afmælum og veislum og partíum út að ég var alltaf bara sorry, ég hérna, þú veist, að gera eitthvað sem mér fannst ógeðslega gaman, skilur mig, en þar á leiðandi var maður samt að missa rosa mikið af, þú veist, og það er svona þetta hark sem að, þú veist, fólk sér ekki hjá okkur, skilur, það sem að, hérna, maður er bara búin að vera alla ævi að vinna að því að vera á þeim stað sem maður er í dag, þetta gerist ekki bara með einni plötu, skilur, bara eitthvað, já, hún gaf þessa plötu og þess vegna eitthvað, skilur, þetta er bara búið að vera bara margra ára að vinna, skilur, og það er eitthvað sem ég þarf líka að minna mig á, þú veist, ég gleymi rosa oft hvað ég er búin að gera til að komast á annan stað og hvað, þú veist, þannig að hérna frábær punktu með að minna þig á það, því ég tengi rosalega mikið við þetta, að hérna maður á mjög auðvelt með að sjá þetta hjá öðrum, bara maður sér ykkur aðra mannesku og sérstaklega maður er sjálfur kannski búin að vera sjálfstæð starfandi að búa eitthvað til, þá er maður mjög auðvelt með að sjá hjá öðrum, vá, ég sé alveg bara hvað þessi manneski er búin að vinna mikið og hvað, en svo auðvelt einhvern veginn að fara í bara að rífa sjálfa sig niður og bara, ég hérna, þurfti nú ekkert að hafa fyrir þessu, þetta var allt bara easy fyrir mig og þannig að einmitt, frábært að minna sig á eins og staðan sem þú ert í núna, þú ert búin að vinna fyrir því og það var líka svo gott að það tók mig allavega rosalega langan tíma að, hérna, að kunna taka á móti verðlaunum, sko. Já, 100%. Sem þú ert örugglega svolítið að upplifa núna, bara einhvern veginn, allt í einu bara eru allir að elska tónlistana eina og bara, þetta er alveg skrítið að vera allt í einu, vá, það er bara mann finnst maður ekki svona eiga skilið, nei, maður þarf alveg líka að æfa sig í að kunna taka á móti því, sko. Já, 100%, en það er líka, sko, spurningarnar sem að fylgja stundum sem að maður fer að trúa, skilur. Það er rosa mikið, þú veist, spurt og gert ráð fyrir einhverju sem að er, þú veist, eða segir eitthvað bara í hugsunarleysi, skilur, sem að nær til mann, skilur, eins og þú veist, bara eitthvað, þú veist, bara hver er að semja fyrir þig, hver er, hérna, bara svona gert ráð fyrir að þú sérst ekki að gera þína eigin tónlist, skilur, og þú veist, og maður hefur gert það skýrt marg ofta, ég er að vinna þetta með Pálma, við gerum allt saman frá aðtölu, skilur, og hefur alltaf gert, þú veist, en samt heyrir maður eitthvað svona og maður minkar sjálfan sig bara, já, ég, hérna, byrju, já, ég náttúrulega kann ekkert á hljóðfæri og ég sem ekki, þú veist, ég er ekki tónlist, þú veist, ég bý ekki, skilur, þú veist, maður fer eitthvað svona, maður fer að minka sig, skilur mig, og þú veist, bara út af því að fólk trúir ekki og líka, þú veist, maður er að byrja mjög ungur, skilur, ég er 17 ára þegar að ég sem Into Deep með Pálma, skilur, og það, ég skil alveg að koma spurningar, skilur, út frá því, þú veist, bara hvað hérna, þú veist, og ég náttúrulega er að byrja að vinna með einhverjum sem er mjög reyndur, fattar mig, og hann er bara minn, hérna, lærimeistari. Nei, hérna, segir maður það ekki? Jú, lærimeistari. Hann er minn lærimeistari, sko, og ég læri alltaf af honum, þú veist, og er ógeðslega þakklátt fyrir það og hérna, en það er ástæða fyrir að hann vildi vinna með mér, skilur. Algjörlega. Þannig að þú veist, maður þarf að minna sig á það, skilur, líka, þú veist. Þannig að þetta er, já, það er svona ákveðnir hluti sem að maður þarf að læra líka að hætta að taka mark á, skilur. En lærimeistari og síðan bara svona fólk hérna, það er alltaf gott að vera með gott fólk í kringu sig og svona. Og hérna, ég sé að, sko, þið eru mjög góða vinir, þú og Auður. Já. Og svo varst að syngja með Bubba daginn, eða ekki? Akkurat. Svona langaði svolítið að spyrja þetta kannski að tvennu, annars vegar bara svona, þú veist, þetta sem talar áðan með að vera meðvituð að maður er kannski ekki alltaf á toppnum og síðan kemur tímið þessum. Mér finnst íslenska tónlistarsenan, ég veit ekki hvort það er rétt hjá mér, svolítið skemmtileg núna með að mér finnst þetta að verða meiri samvinna en ekki bara samkeppni. Já, það er að segja, sérstaklega hjá kannski ungu tónlistarmönnum. Mér finnst mjög gaman einhvern veginn að sjá hvað þið haldið með hvort öðru. Upplifir þú það þannig? Já, þú veist, og þetta er allt bara vinimanns, skilur við mig, þú veist, og þú veist, auðvitað er oft eitthvað svona, hvað er þess að bæla og hérna, hver er strategían hjá þessum, skilur, og hérna, allar þessi að vera bara fastur í þessum hjólfurum, skilur, maður er bara að spyrja alls konar því þetta er bara vinnamanns og maður er bara líka að spegla sig í öllum, skilur, ég læri af mistökum annara, skilur mig, sem er
svolítið skrítið að segja, þú veist, en þegar einhver gerir eitthvað sem að ég fatta að ég vil ekki gera, þá er hann búinn að gera það og þá get ég vita að gera það ekki, skiljum mig. Sumir þurfa að læra alltaf á sínum eigin mistökum. Já, og svo það þannig, svo gerir maður það yfirleitt alltaf og fattar að maður hafa gert eitthvað allast, en 100%, þú veist, við erum bara að lyfta hvort þau eru upp og þetta er bara svo mikið fegur að tjá sig í þessu listformi, skilur og það er bara já, eins og ég segi, þetta er bara vinur manns, skilur og það vilja bara allir búa til meira og saman og í sikkur lagi og sumt er gott og sumt er slæmt, skilur en ég finn ekki fyrir einhverju samkeppni, skilur. Nei. Maður finnur það meira bara, þú veist, að aðdáendur eru að reyna að stilla manni á móti, skilur. Eða eitthvað svona, vilja einhvern rík, eða vilja eitthvað svona, þessi miklu betri en þessi. Og maður er eitthvað svona, af hverju er samt að segja þetta, skilur? Ég er ekki að segja þetta, þessi manneskja er ekki heldur að segja þetta, en af hverju þið að gera þetta, skilur? Ég held að það sé bara mjög mannlegt. Já, svo sem, en þar kemur þetta svona, þar myndast, þú veist, einhvers konar samkeppni þegar það byrjar, skilur hjá En hvað með síðan hitt á því að spurðu svona þetta sem maður er upplifað, það er vekjarklukka ringja hunsa vekjarklukka annars vegar þetta sem er að tala með ungu kynslóðana, þetta með samvinnuna, en síðan kannski svona eins og þeir út að vinna með Bubba og eitthvað svona þú nefndir, mér minnir ég að við séð einhvern veginn nefni viðtali hérna Björk. Já. Hverjar eru svona fyrirmyndina þínar? Hvaðan eru tónlistar áhrifin? Þú er búin að nefna pappa þinn. Já. Sko, mér er alltaf finnst þetta svolítið erfið spurning. Okay. Út af að mér finnst sko endalaust af fólki biðlagslega flott, en mér langar samt ekki að vera eins og það. Ég skil þig. Því þá væri Bríet ekki til. Nei. Og ég hlustaði rosa mikið á og hef alltaf hlustað á gamla tónlist, þú veist, og sé eitthvað sem að svo nefndi Björk eða þú veist, bara eitthvað af fólkinu sem er í sviðsljósinu, skilur, og sé eitthvað flott sem það er að gera og ég tek það og býti mitt eigið. En mér finnst ógeðslega erfið spurning, sko, hver eru fyrirmyndina þínar út af að þú veist, það er engin ein, þú veist, að því það er ekkert endilega einhver tónlistarmaður sem er fyrirmyndi mín eða einhver sem er að gera það sama og ég, skilur, það er líka bara oft bara þessi manneskja sem að veitti þér mikinn innblástur á kaffihúsinu sem að þú manst ekki hvað heitir en hafði svo ótrúlega margt áhugavert að segja, skilur, og þú lærið þér ógeðslega mikið af því samtali, skilur, sem að er ógeðslega mikil hjálp í því að móta þig og þú ert bara að labba þína vegferð með þína ferðatösku og bæta við blómum og litum í þessa ferðatösku sem að þú ert að labba með í gegnum lífið, skilur. Þannig að mér finnst mjög erfitt að segja eitthvað einhver einn sé einhver mesta fyrirmyndi mín. Það er bara alltaf eitthvað hverju sinni, skilur. Og stundum er það bara náttúran, sko. Já, ég heyri að þú er búin að nefna nokkuð sem. Þú ert náttúrubarn. Já, ég myndi segja það. Ok. Hefur alltaf verið svoleiðis? Já, og þar þú veist, kemur svettið inn, skilur. Ég held að það hafi verið spilað. Ég hef alltaf búið í bænum, skilur, en það reyndar ólst upp í Grafavogi og þar var rosa, stutt í náttúru og einmitt var að segja ég var að spila í gær á Herfis að ég var að rifja það upp, sko, að ég hélt sem barn að ég væri álfaprinsessa að því maður var alltaf í náttúrunni og mér langaði svo að sjá álfa og mamma var komin í alls konar leiðir með mér að reyna að finna álfa, sko, og ég hélt að ég væri álfaprinsessa út af að ég fann fugl sem maður gat ekki flogið og ég fór með hann inn í einhvern svona helli og gaf honum einhvern mat og eitthvað og setti svo stein fyrir og kom síðan aftur eitthvað 2 dögum seinna eitthvað og þá var fuglinn farinn og ég hélt að
þetta væri bara eitthvað svona Jesú moment þar sem að hann hafði bara farið til himna eða eitthvað þú veist, hann bara hoppað út, skilur en þarna var ég bara eitthvað, já, ég bjargaði eitthvað svona, ég var ógeðslega dreymin og ímyndunar svona gleði hjá mér sem barn, skilur og var rosa mikið í einhverju svona einhverjum öðrum heimi heldur en flestir, skilur og Getur ekki stundum verið að sá heimur sé bara alveg að raunverulegur eins og þessi heimur, við bara blokkarum svolítið á hann. Jú, það ekki bara. Mér finnst það, sko. Já. Ég hugsaði oft, sko, það er svo margt í nútímanum sem að blokka skynjunin okkar, sko. Og ég hef oft hugsað bara, hvernig væri ég ef ég væri bara rosa mikið út í náttúrunni, ef ég væri bara hugleiða mikið, ef ég væri mikið með dýrin, þá væri skynjunin mér örugglega öðruvísi, sko. Já, nákvæmlega. Og maður heyrir allt aðra hluti, skilur, eiga sama samtali, en þú heyrir samt þú veist, hlutina sem þú ert búin að vera rosa mikið inn í, þú veist, þú ert búin að vera í náttúrunni og ert búin að vera að pæla í þessum hlutum, þá dregur þú úr samtalinu þar sem að þú varst að upplifa, skilur, en ekki, hann nefndi samt fullt af öðrum hlutum, en þú heyrir samt einhvern veginn heilununa partinn í þessu samtali. Mér finnst það bara áhugaverð pæling, sko, eins og ég var að tala svolítið þegar ég var með Bubba hérna, þetta með skynjunin okkar, sko, því mér finnst stundum þegar ég er að tala við hann eins og hann sé mér svolítið öðruvísi skynjunin en flestir. Hann sér rosalega mikið liti og þú veist, hann talar um það þegar hann alltaf býr í kjósinni, þegar hann fyrir út að þá svona, þú veist, heyrir hann í trjánum og hann lýsir því á þannig hátt að mér svona einhvern veginn, flestir gæti ekki einu svona lýst þessu að því hann að skynja þetta einhvern veginn þannig, sko. Hefur pælt í þessu, hvort að þú veist, þetta sé hluti af því að geta verið góður í tónlist, að maður sé með svona, maður er að tappa inn í einhverja svona, eitthvað creativity og skynjun sem að kannski meðalmaðurinn nær ekki að tappa inn á, sko. Já, ég meina, sko, þú veist, það er ástæða fyrir því að tónlistamenn og listamenn eru með það undirmerki, skilur, að þeir séu kallaði listamenn, skilur, út af því að þeir hugsa öðruvísi og tala öðruvísi og rétt eins og fólk sem að vinnur sem að ég gæti ekki unnið, þú veist, það hugsar og talar öðruvísi og skilur ekki okkur mér finnst vinna mín skemmtileg, skilur, það skilur ekki okkur þú vilt sviðsljósi, rétt eins og ég skil ekki okkur þú vilt sitja við tölvu, skilur mig með fullri virðingu fyrir því, þú veist, en já, ég meina, þú veist, ég heyri rosa ofta, skilur, ég útskýri á einhvers konar hátt þar sem að ég nota mjög mikið af myndlíkingum og þú veist, þú veist, ég er samt líka bara spegill, skilur mig, ég er bara spegill á tilfinningar annara, fattur mig, og þess vegna er tónlist svo heilandi út af því að ég er að segja eitthvað sem að aðrir þora ekki að segja, skilur. Og ég er að nota tilfinningarna mínar og búa til eitthvað sem að allir geta fá aðgang að, skilur, og ég þú veist, þannig að já, ég veit ekki alveg hvert ég var að fara með þetta en þú veist ég skilði, sko, því ég er búin að hlusta ég svona áður en ég þetta eru töluðum fyrstum og kemur í viðtal og fór að hlusta alltaf mikið á nýju lögin mín og svo er búin að hlusta á þau nokkuð oft og þá er alveg 2-3 lögarna sem ná að tappa inn á ákveðna tilfinningar á mér sem er alveg erfitt það er alveg erfitt hvort sem ég er að lesa texta eða hlusta á tónlist, það er erfitt að ná í þessar tilfinningar á mér þannig að þú ert að gera eitthvað sem tappar inn á þetta, það náttúrulega er að vissuleiti það sem að list gengur út á, sko. Já, og bara, þú veist, réttu orðin, skilur þú veist, og eins og þú segir með Bubba, skilur, myndlíkingarnar, þú veist, og ég man einhvern tímann var ég að tala við vin minn þar sem að ég var að útskýra tilfinningaferli sem að ég var einhver upplifun sem að ég var að ræða, þú veist, og ég útskýrði á minn hátt og manneskjan benti á það, þú veist, bara að ég hafi talað einhvern veginn sem að lýsti þessu svo fáránlega vel, en ég var samt aldrei ég talaði samt bara þú veist, ég var að tala um hús, skilur mig. Skilur, þú veist. Ég skilur. Og þar kemur, þú veist, þegar maður getur sett það, já, ég veit ekki, ég elska allavega að nota myndlíkingar og það hefur verið svona, fyndið til dæmis að vinna með Pálma þar sem að ég er eitthvað að tala um það bara, mér líður bara eins og tunglinu, skilur. Eða, ég vil bara þú veist, við erum bara búin að byggja þetta hús sem ég vil ekki lengur búi, skilur, og það var eitthvað svona, þetta, þú veist, ég er bara ofta við erum bara að eiga samtölu, það er bara þannig konseptið, þú veist, þarna þetta er það sem við erum að semja skilur, að því
Já, og ég veit ekki, kannski það ég að hugsa að tala öðruvís en meðal maðurinn eins og hún segir. Þetta er örugglega rosalega ólíkt á milli laga en svona eitt lag, ég er bara því, nú er ég ekki tónlistarmaður. Hvað er þetta mikið ferli að gera, þú veist, maður er til í dæminu að koma með lag þar sem bara, þú semur það rosalega hratt og það einhvern veginn kemur strax bara hvað og koma onni í það og búb og það verður bara til, þú veist, svona. Já. Og síðan er eitthvað annað þar sem þetta þarf að fara í gegnum einhvern prósess aftur og aftur og aftur til þess að því þú varst að lýsa á hann þegar að þú ert búin að klára lagið og ert að hlusta á það sé svo geggjuð tilfinning. Já. Það lítur að rosalega mikill munur á milli laga. Já, það er það sko. Sumt lag varð til langan tíma og platan var til, skilur mig. Þannig að þú veist, það var allan tíman með í ferlinu alltaf að koma aftur að því, þú veist. Líka bara stundum er svo erfitt að takast á við þessu tilfinningar sem þetta lag er skilur mig. Maður næri ekki alveg að maður kemst aldrei að því út að það er svo erfitt, skilur mig. Ég skilji. Og sumlög eru bara þið líður þannig akkurat núna, þú ert bara að skrifa, skilur, og það bara skrifar og það bara passar og hljómarnir og laglínunar eru nákvæmlega eins og þú veist það bara kemur svo náttúrulega að það er bara ready og bara og ég vil bara hafa svona, ég vil ekki bæta við neinum hljóðfærum og ég vil ekki gera neitt, skilur mig. En ég er samt gref, þú veist, ég get verið 2 klukkutíma að leita einu orði, skilur mig. Okay. Og þar kemur líka, þú veist, að tónlistamenn geta verið rosa með ofta sem ég hef unnið með fólki þar sem það er bara fyrst takk sem kemur og það bara halda áfram og bara, ef þetta virkar ekki þá bara, þetta lag er ekki rétt, eða það virkar ekki, skilur mig. En við Pálmi vinnum ekki þannig, þú veist, það er bara, þú veist, við erum með hljómagang og við notum, þú veist, við gerum bara laglínur yfir hann þangað til að það eru réttar, skilur mig. Okay. Það er eitthvað fyrsta sem kemur og það passar ekki, en við höldum samt áfram, skilur mig. Og svo semjum við texta sem er þangað til að það virkar, skilur mig. En að því það er svo auðvelt að hætta þegar maður verður þreyttur, skilur og búin á því að maður nennir ekki að, þú veist, þá tekur bara 2 klukkutíma að finna rétta orðið, skilju, og það er bara allt í lagi, en það er ógeðslega mikil þolinmæði sem að fer í það, en er alltaf svo mikið worth it in the end. En þú segir grafa og grafa, því eitt er einmitt þetta sem þú ert að lýsa, grafa kannski eftir einu orði eða grafa eftir laglínu, annað er síðan að grafa í tilfinningarna. Já, og það er einmitt kannski það sem þú ert að tala um með ekki því, ég veit ekki hvort það sé sambarlegt þegar fólk er stundum að skamma mig fyrir ég sé of mikið að segja sögur að sjálfum mér í viðtölum, en það er svona að því maður er með samtala, þá er oft gott að því ég man þegar ég var að skrifa bókina mína þar sem ég sagði svolítið bara mjög einlægan hátt frá bara mínum erfiðustu tímabilum og þegar ég var búin að senda þetta í ritstjóran þá var það eina sem maður vildi, ég vil fá meira af þinni sögu, ég vil fá meira af þér og ég man hvað það var erfitt fyrir mig ég var búin að skrifa þetta, búin að koma sér frá mér og mér langar ekki að fara þarna inn til að grafa meira í þessu, af því þetta var svo óþægilegt. Upplifðið þú eitthvað svoleiðis? Akkur finnst þetta óþægilegt? Vegna þess að þetta var þungt tímabil, ég er búin að fara inn í það, búin að vera garfi í því, búin að skrifa um það og síðan talandi þess að þreytu, það er svona tilfinningaleg þreyta. Það þurfa að fara inn í þetta aftur og halda áfram að grafa inn í einhverju sem ég kannski svolítið komin yfir, sko. Og þú veist að tala um, þú veist, ást og ástarsorg. Það hlýtur að hafa komið tímabil þar sem þú veist að semja lög á þessari plötu þar sem, ég er að fara einu svona inn í þetta og dýpra inn í það. Sko, ég skal bara alveg segja það, ég er svo þreytt, sko. Ég er bara, já, það er svo erfitt. Það er svo erfitt, sko. Og að því þetta er svo langt ferli, þú veist, og þetta er svo mikla tilfinningar og þú vilt ekki gera þetta, þú vilt ekki meiða neitt, skilur mig. Ég skilja. Og
og þú ert að fara svo ótrúlega nálægt hjartanu skilur og þú þarft bara að sleppa þessu að því annars ert að bæla skilur og ég ekkert endilega búin að átta mig á því að ég þurfi að syngja þetta restina af ævinni minni skilur mig en það skiptir ekki máli þú veist, maður lærir það bara þú veist og ég get bara ekki samið lög sem að eru ekki ég get bara ekki gefið eitthvað frá mér sem að er ekki frá hjartanu skilur og ég hef gert það skilur ég veit að ég vil það ekki þú veist og þetta er ógeðslega erfitt þetta er ógeðslega erfitt út af að ég er ekki bara að kveðja einhvern, ég er líka að kynnast einhverjum skilur mig og ég er bara mannlegst þú veist og ég veit ekkert hvað er í gangi hverju sinni af því að stundum þetta er bara þessi tilfinning þegar þú ert að labba upp á svið og einhver segir eitthvað vitlaust við og ég hreita allt í hennu og ég veit ekki af hverju ég gerði það og bara fyrirgeðu, ég veit ekki af hverju ég gerði það það er bara eitthvað svo mikið í gangi skilur og það er bara svo þú veist maður þarf bara að koma niður á blað skilur og það er ekki auðvelt en það er ég bara verða að gera ég bara verða að gera En líka það er örugglega nákvæmlega þetta sem er að hreyfa við fólki. Já. Það er hvað þú ert að koma mikið frá hjartanu, sko. Já. Og hvað þú hefur kafað djúpt, þannig að þú mátt vera stolt á útkomunni, því að það er greinilegt að fólk er að ná því hvað þú ert að segja. Lífið er svolítið svo, þú kannski ekki byrjað að átta á því, hvort það sé núna bara svona, hvort það sé kannski eitthvað svona nýr kafli framundan út af því að þó þú hafir verið vinsæl hingað til, að þá er þetta svona, þetta er komið á svolítið nýtt level núna. Já. Þetta er, ég er ekki búin að átta mig á því, sko. Nei. Ég er alls ekki búin að átta mig á því, sko. Og ég er ógeðslega stolt af þessu verki og ég er ógeðslega stolt að þetta sé komið út, en ég skil ekki hvað eru margir búin að hlusta eða ég sé alveg að það öll platan er í fyrsta sæti eða skilur í öllum efstu sætunum en ég skil það samt ekki ég skil ekki, ég er ekki að meðtaka ég sé það en ég skil ekki að því, þú veist líka ef að ég held líka ef að ég væri bara í því, þú veist, einhvern veginn bara já, bara platan er einhvern veginn í fyrsta sæti og bara ég er bara eitthvað, þú veist að þá myndi fólk ekkert nennan mér heldur, skilur og er svona kannski blessunarlega ekkert að skilja þetta og ég, þú veist þú veist ég skil heldur ekkert af hverju þú vildir fá mig í viðtala því mér líður eins og ég hafa ekkert að segja, skilur, ég er bara eitthvað tvítug stelpa eða eitthvað gera eitthvað, skilur, og segja já við... Þú ert vinsælasti tónlistarmaður á Íslandi í dag. Já, þú veist, ég skil það ekki, þú veist, ég skil það ekki, þú veist, ég er ógeðslega þakklátt fyrir það, en ég er samt bara, þú veist, og ég veit alveg vinnuna sem ég er búin að leggja inn, en ég skil það samt ekki alveg, þú veist, ég sé það en ég skil það ekki. En mér finnst ég skynja það á þér, að því þú talaður um á hann að vera svo mikilvægt að halda sér á jörðinni, mér finnst ég skynja það svo rosalega mikið á þér hvað það kemur eðlilega fyrir þig, sko. Já. Að því sumir væri í þínum sporum einhvern veginn rosalega uppfullara sjálfum sér, mér finnst þú vera einhvern veginn allt annað en það, sko. Já. Þannig að þú væntanlega, ert með dálítið innibyggðar varnir í því að vera með annan fótinn á jörðinni alltaf. Já, og þú veist, ég finn líka leið og ég farin að hlusta á það, sko, að ég fíla það ekki, sko, þú veist, leið og þú veist, eins og ég segi oft við mömmu eða vini og ættingjar sem eru að hrósa og hrósa að bara, ég vil ekki heyra það, skilur, eins og þegar platan kom út þú veist, þá voru þau búin að læra það, þá sátu allir, þú veist, við viljum eitthvað, ef ekki að fara út að borða, ekki út að platan kom út bara því að við viljum að skála bara alls saman, þú veist, eitthvað svona og það er alveg bara
eitthvað svona verið að reyna að spyrja sem minnst út að þau vilja, þau eru búin að átta sig á því að ég er búin að sitja sniður með þeim og bara mér finnst erfitt þegar það er verið að bara ertu búin að sjá tölurnar, ertu búin að sjá þetta og sjá hitt, skilur, því þá byrja ég að lifa á því, skilur mig, og þá, þú veist, þá mun mun það vera það sem skiptir máli, skilur, og ég er alveg til að heyra bara elska þig og þetta var yndislega fallegt, en leiðu það verður mikið á því, þú veist, að þá byrja ég að bara stoppa þar, skilur mig, en mér vantar svo mikið, þú veist, bara ok, en hvað ætlar að gera næst, skilur, af því hvernig verð ég best, þú veist, með því að halda áfram, skilur, og gera eitthvað, ok, ég er búin að gera þessa plötu, skilur, en ég er samt að fara í stúdíó í næstu viku og byrja á næstu pælingum og næstu, þú veist, framhaldinu, skilur. Ég ætlaði að spyrja það svolítið út í það bara svona í lokin, þú ert í ákveðinu bara svona recovery tímabili núna, þú ert búin að gefa þetta út og bara sagðist ekki mikið, þú ert búin að fara út úr húsi, ertu strax bara að fara að byrja á næsta? Ok. Og það er bara ready, sko, þú veist, það er bara að fara að koma, já, bara er til að byrja á næsta projekti bara núna byrja næsta árs. Þannig að ég er ekkert hægt þó að ég sé með þessa plötu, sko. Nóg framöndan. Dásamlegt að fá þig heimsókn. Takk. Og bara til hamingju með árangur. Takk innilega fyrir. Takk fyrir að fá mig.